Komið sæl og bless. Hjörtur hér í eldhúsinu mína. Hér eru pottar og pönnur á veggjum og jurtir í krukkum og matur í skápum og pókum. Það er að vera 3 ár síðan ég gaut videobloggi seinast og þóttu tími til kominn að gjóta einu á ný eftir þetta hlé. Nú, efnistökin í þessum bloggi verða nú kannski þau sömu og fyrir nokkrum árum að þetta verða svona heimilisgildin, heimilisstörfin sem að verða í brennidepli. Ég hef talað hér á þessum miðli prjónaskap og engiferð, kryddjurtaræktun og mun auglust koma eitthvað inn á slíkan búskap aftur. Ég hef nú kosið að búa til nafn á þetta og blogg og þetta verður sem sagt úr eldhúsi mun þetta mættalega heita eða eitthvað svoleiðis, ég hef nú ekki búin að ákveða þetta en allavega ég sem sagt bara hér að búa til videoblogg enn á ný og veit svo sem ekkert hvað ég á að segja. Nú, það var svona kannski nokkra ástæður fyrir því ég geri þetta aftur. Konan og barnið, þau fóru að heiman yfir helgi, bara ekki lengri tíma en það. Og ég búinn að vera hér alveg sólarhring núna, meira rúman 1,5 að dandalast einn og veit eiginlega ekkert almennilega hvað ég á að gera. Ég er búinn með allt. Nema, náttúrulega, að elda með mat. Ég ákvað það meðan að ef engin er kona, þá verður kjöt, eins og máltækið segir. Ef engin er kona, þá verður kjöt. Og fór þess vegna í Saluhallen í Gautaborg, mikil og stór söluhöll, markaður sem geymir ýmislegan varning, svo sem kjöt, grænmeti og brauð og osta og allt bara. Sem hægt er að kaupa fyrir utan svona eitthvað sem ekki hægt að kaupa og keypti mér þar lambaskanka. Nú af hverju geri ég það? Jú, vegna þess að ég keypti mér daginn matreiðslubók. Þið þekkið nú kannski kappann Gordon Ramsay. Hann er nú svona þekktur fyrir það að vera hálfgerð trönda í ýmsum sjónvarpsþáttum. En svo er hann með þannig hér þátt líka Ultimate Cookery Course. Svona, þar sem hann svona fer yfir undirstöðuatriði matargerðarlistarinnar á mjög mjúkan hátt og hann sýnir þar að hann hefur sinn innri mýkri matreiðslumann sem að mér þykir nú bara orðið nokkuð vænt um. Þannig ég keypti mér þessa bók og ætla svona að svona næstu dögum og vikum og mánuðum og árum að elda mér eitthvað úr þessari bók af þessum uppskriftum. Þetta er voðalega girnilegir réttir allt sem hann er að bjóða hér og vísa hér í. Miso, súpa, þetta er allt svona. Og þar fram til götunum. Nú, ég sem sagt er konulaus og þá er ekkert annað að gera í stöðunni en að kaupa sér svolítið kjöt. Þannig ég keypti mér skanka og fór nú bað lammhvangjar eða lammaskenkjar, ég veist ekki alveg hvað ég ætlaði að byrja í kjötborðinu í Saluhallen og hann vissi ekki hvað ég var að tala þar til við komast að því að ég var nú bara að tala lambaleggi, lammlegg. Þannig ég ætla að búa til þennan rétt sem að heitir hér hæg eldaðir lambaskankar og hér gefur að líta mynd af þeim ef við finnum þetta inn í ljósið. Þetta er svona mikil réttur og tekur hún á 4 tíma að gera og nú er klukkan að verða, hún er orðin 4 þannig að klukkan verður orðin þetta 8 þegar ég fer að borða í kvöld og það er nú bara fínt ég er einn í kotinu og engin emjandi börn eða konur hér að gráta yfir fæðuleysi. Ég tek þetta bara allt saman með hægðunum, sem sagt, hægðinni.
hæðinni. Nú þannig ég fór og keypti mér lambasganga, ég veit ekki hvað þetta voru eiginlega mörg kíló, ég keypti mér 4 stykki, bæði svo uppskiptin að Ramsey vinna minn gerir ráð fyrir, og þetta eru fínustu skankar, ég held mér að þetta sé halal lamb, vegna þess að það nú verið fyrir þannig menn sem að sendi mér þetta, en þetta er allt óskaplega fínt og myrt og gott kjöt, örugglega ekki íslenskt hins vegar, en það látum við ekki stöða okkur. Þetta lyktar allt eins og hrátt kjöt á að lykta eins og dauðinn sjálfur, og hlakka ég mikið til að láta þetta bróila þetta inn í ofni. Nú ég fekk nefnilega í gjöf fyrir einhverjum árum, eða mánuðum, en bara á síðustu afmæli, þessa fína La Creuset ílát pott. Þannig að steikarfat getur þetta nú bara hreinlega kallast. Rosalega langt og rosalega gott, þannig að ég þarf að nota þetta tæki og ætla að nýta mér þetta til þess að steikja þessa skanga. Broil. Hvað sem það nú heitir á íslenska man ég ekki, en það er skipt brassera heitir þetta, ekki broil. Brassera þetta. Það ætla ég að gera. Nú, þannig að þar hafið þið það. Þetta verður svona það sem ég mun dunda mér við í kvöld. Nú með þessu ætla ég að fá mér eins og allir ungir kallmenn nú á dögum kraft bjóra og keypti mér þess vegna í Systembolaget sem við hliðan á Sáluhallen nokkur fín eintök af fallegum bjórum frá hinum og þessum löndum í heiminum og ætla að njóta þessa kjöts með þessum fínu bjórum og þannig nú það. En ég læti þetta nú bara ekkert verða neitt mikið lengra. Þetta nú farið að slaga upp í 2 bílalög sýnist mér. 7 mínútur, jú, þetta er orðið að vera 3 bílalög hér hjá mér. Þannig að við skulum nú bara láta þessu lokið. Ég vil kannski sýna myndir á internetinu frá þessari matargerð. Kíkja á instagram.com eða facebook.se, þá kannski verða þar myndir af þessum skönkum þegar þeir koma úr pottinum fína og áður en ég snæði það. En þetta verður ekki lengri bíli. Næst ætla ég að tala svolítið súrdeig og rúgbrauðsgerð og svo kannski einhvern tímann í framtíðinni krem og þess áttar svona sem að gott er að bera á ungbarnarassa. En þar til þá segi ég bara þar til næst. Bless.